Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá ætlum við að ræða umhverfismál sem oftar hér á samstöðinni. Við ættum nú eiginlega að ræða þau hvern einasta dag. En 14% af orku landsins, 14% af orku landsins gæti verið óráðstafað næsta árið vegna bílunar hjá Norðuráli. Orkuveitan að boða niður skurð. En það eru fleiri raddir, það ekki nóg að virkja ef ekki hægt að flytja orkuna, segir Landsnet. Á sama tíma þá las ég það alltaf í morgun hjá fyrrum þingmanni okkar Þór Sari að með framlagningu orkuspár sem sagt það sé búið að leggja fram orkuspá og þar sé allt í rugli, þar sé í rauninni verið að búa til ímyndaða þörf á orku eða hvernig maður á að segja það og maður heyrir hjá náttúruverndarsinnum að Jóhann Páll sé meiri orkuráðherra en umhverfis- og loftslagsráðherra. Og ég held að þið getið tekið undir með mér þegar ég staðhæfi að raddir umhverfisverndar eru veikari en ég man eftir þeim bara í áratugi inn á Alþingi og jafnvel utan. Nú COP-ráðstefnan að baki með bakslagi og lítilli niðurstöðu. Miðflokkurinn sem í mikilli sókn, hann talar oft þannig að við Íslendingar eigum að segja okkur frá alþjóðlegum skuldbindingum í þessa veruna. Þannig að það margt að spjalla og tveir góðu gestir komnir hér að Rauða borðinu til þess að ræða sumt af því sem ég hef dripið á og örugglega margt fleira. Snorri Hallgrímsson, þú ert varaforseti ungra umhverfissinna, velkomin. Takk fyrir. Og Andri Skúlason, þú ert verkefnastjóri hjá Landvernd. Ef að byrja á þessu með ég veit ekki hvort maður á að kalla það áróður eða þetta tók, að það náttúrulega það tókstreita á milli virkjana sinna og þeirra sem að vilja einblína á gæði óraskarar náttúru og svo framvegis og þú hefur aðeins fylgst með þessari orkuspá, það ekki Andrés? Heldur að sé verið að búa til, þetta áróðursplagg, verið að búa til ímyndaða þörf og svo til þess að ná einhvern veginn, snúningi? Já, ég get alveg tekið undir það, en þetta náttúrulega merkileg frétt sem kom í gær, einmitt þessa orkuspá og það sem kom fram hjá Rögnu Árnadóttur meðal annars. Þannig að nú stöndum við allt inn frammi fyrir því að skortsumræðan hefur verið allt kring. Já. En nú virðist vera komin upp skortur á eftirspurn. Sem þetta alltaf spes. Já. En það náttúrulega hefur komið þeim í koll sem að hafa farið svona mikinn í orkuumræðinni að tala þessa eftirspurn sem ekki sé hægt að anna. Já. Það sé meira eftirspurn heldur en raforkuframleiðsla. Þannig að þetta kemur náttúrulega mjög illa við þá alla sem að hafa haldið fram. Og það hefur ekkert bara með þessi áföll að gera í alveg grundartanga eða pissi og bakka. Nei. Þetta hefur verið gegnumgangandi, einhliða tala orkuskort, það tala neyðarástand, það tala almannaheill og ég veit ekki hvað minn hafi ekki fundið upp. En ég held að Ragnar hafi til dæmis bara komið ágætlega inn á þetta í gær. Það er Forstjóri Landsnets sem skjótið því inn. Nýr forstjóri Landsnets að menn hafi ekkert við fleiri virkjanir að gera ef þeir hafi ekki flutningskerfi til að flytja. Nei. Og þannig að þessi markasetning á þessum orkusækna iðnaði bara algjörlega út úr korti. Þannig að hann bara ekki raunhæfur. Og Landvernd sem slíkt hefur margoft lýst yfir að við höfum ekki að móti í að raforkukerfi sé endurnýjað þar sem það náttúrulega komið af fótum fram mjög víða.
enda það okkar markmið að það sé fyrst og síðast fari vel með þær orkuauðlindir sem við eigum. Og nú hef ég það ekki alveg að takt hennum hvað það þýðir að bæta eða byggja upp orkukerfi, en þetta getur verið ígildi jafnvel tveggja meðalstóra virkjana. Já. Að geta strengt á milli landsvæða eftir hvernig háttar til stöðu í lónum og svo framvegis. Þannig að, ég veit ekki hvernig Alþingi mun taka þetta til sín, en ég hef maður hefur haft áhyggjur af orðræðinu þar. Já. Og ekki síst orðræðu ráðherra þessa gríðarlegu orku þörf sem að hann svo getur hins vegar ekki sýnt fram á hvar liggi nákvæmlega. Þetta er frekar pínlegt í alla staði að hlusta á þessa umræðu að ráðherra og eða aðri þingmenn að þeir skulu ekki geta útskýrt það í hverju þetta liggur, og eins talandi að fara með orkuna í þá orku sem verði framleidd og er framleidd meira yfir orkuskipti, þá heldur ekki búið að skilgreina hvað það sem að fellur undir orkuskipti nákvæmlega. Nei. En Ragna hún að tala það líka að hér á árum áður þegar við lögðum byggðarlínunar að þá var svona samhugur og samstaða og allir voru á sama báti, en hún líka aðeins að því að það séu ómargar hindranir til þess að komast áfram með línur. Já, við skulum endilega ræða það. Já. Þegar hún hefði þetta geta sagt bara en hennar staða leyfir það nú kannski ekki að hjóla í þá sem að hafa raunverulega verið að þvælast fyrir uppbyggingu á flutningskerfinu og varandi leyfisveitingar. Það hefur hentað ráðherrum og þinginu að kenna náttúruverndarsamtökum að við höfum verið að kæra hitt og þetta. En bara fyrir þá sem vilja kynna sér, þeir geta gert það. Þetta vandinn liggur í því að ná að semja við landeigendur annars vegar og sveitarfélög hins vegar. Þar hefur vandinn legið, en þingmenn eru náttúrulega ekkert mikið áfram að vera að blasta því mikið, því að þarna nú einu svona atkvæði þeirra. Þannig að þetta kemur ekki vel út fyrir þá þegar að nánar skoðað. Þannig að Landvernd hefur tekið þátt í mann besti einni kæru með þá vel að merkja sveitarfélagi á sínu tíma í Vogum. Og það er annars eru Blöndulínan, Holtavöruheiði línan þar, þetta eru langmestu leyti bara landeigendur og sveitarfélög sem hafa skoðanir á því. Sem líka alveg eðlilegt hafa skoðanir í hvað línan eigi að koma. Og þetta er viðfangsefnið. Snorri, mín upplifun svolítið svo að við eigum öll að stökkva á sama vagnin, við eigum að virkja mikið, jafnvel þótt að séu ekki kaupendur og jafnvel þótt að séu ekki notendur og við eigum svolítið að fara út úr svona töfum sem orðið hafa á virkjanaframkvæmdum og því öllu, sumir kenna VG það og eitthvað svoleiðis. Svona man sýnst þess að sé ný bylgja uppi í þessum efnum á sama tíma og það eiginlega bara mjög lítil umræða loftslagsmál og svona stærstu ógnir sem steðja að þinni kynslóð og þeim sem á eftir koma, þær eru á sama tíma bara einhvern veginn liggja óhreyfðar niður í einhverjum kassa. Er þetta bara mín upplifun að tekur undir þetta? Ég tek undir þetta allavega að miklu leyti. Það sem mér finnst nú alltaf frekar blóðugt við þessa umræðu það að menn vilja alltaf virkja meira, og þetta er auðvitað allt sem gert einungis í þágu loftslags- og framtíðar kynslóða, það að það hvergi eru nokkur áform það að þessari orku eigi að forgangsraða eða raða á nokkun hátt í orkuskipti. Það er nefnilega málið. Eða neitt slíkt. Heldur einungis eins og ávallt skal vera til hæstbjóðanda hver sem hann kann nú að vera hverju sinni. Gagnaver eru kannski ekki yndislegustu kúnnar sem hægt að fá sem
kaupendur mikillar orku, þeim fylgja nánast engin störf. Þetta eru einhverju öryggisverðir, örfáir sem eru kannski í hverju gagnaveri og sumpart má segja að þessi þróun sé verri en sko stóriðju þróun nokkru sinni því að það voru þó ýmis rök með stóriðjunum, mannmargir vinnustæðir, margir sem fengu atvinnu og svo framvegis. Þeir allavega bjóða upp á nokkuð af störfum og vissulega vel borguð. Gagnaverin bjóða upp á ekkert slíkt nema aðeins uppbyggingu og svo líka síðan bara spurning hvað verður þau þegar sem ég held að muni gerast að þessi AI-bóla muni springa á komandi mánuðum með árum. Verður greiðslufalli á gagnaverum framtíðarinnar með sama hætti og það greiðslufalli á Norðuráli núna og eins og ég sagði áðan, alltaf 13% orkunar gæti verið óráðstafað bara núna á næstu misseri. Það svo lítil umræða þetta. Já, ef ég má fyrst koma inn á sko þetta með orkuskiptin, menn get ekki sagt í hvað á að fara. Það ágætt að nota það viðmið að því að einmitt ekki síst alþingismenn og fleiri vilja nota meðal annars Norðmenn sem svona fyrirmyndar ríki þegar kemur á þessum málum. Það vill þannig til að þeir byrjuðu fyrir mörgum árum í stórum orkuskipta verkefnum, svokölluðum, fyrir svona 7 árum, 8 mest. Hver niðurstaðan af þeirri framleiðslu, reising á vindorkuverum upp holt og hæðir, að sko það fara 75% af þessari orku eftir sem áður í áframhaldandi stórmengandi iðnað. Það hinn blákalda staðarind. Það eru orkuskiptin. Og ef að menn ekki tala hreint út hvert á að stýra orkunni, þá menn ekki og sýna fram á það að þetta sé hluti af okkar græna hagkerfi sem við viljum byggja upp. Þá hafa menn enga málstað. Svo þetta með gagnaverin sem mjög áhugavert, þá þau náttúrulega fyrst og síðast eins og ráðherra hefur lýst sjálfur, þurfum við rosalega mikla orku og það sé gríðarlega mikilvægt að taka þátt í þessu kapplaupi og allt þetta nú með þessum orðum. Það eru notuð orð eins og orkuvilji, flýtimeðferð, einföldun og bara fyrst og síðast sko kapplaupa því að við séum að missa einhverju lest. En ef við ættum að læra einhvers staðar af reynslunni þá ættum við kannski að horfa til mistaka annara í þessum efnum. Gagnaverin eru þannig, ég meina, við þurfum gagnaverina, ég ætla ekki að efast það. En að veðja á þetta blind og moka orku inn í þennan iðnað sem vel að merkja eftirlitslaus. Þeir geta sagt bara hvað sem það ekkert eftirlit með gagnaverum. Við vitum ekki hvað verið að nota orkuna sem streymt inn í gagnaverin. Og það getur ekki verið að okkur, hvorki náttúruverndinni eða landsmönnum sé bara sama það í hvað orkan fari að þetta svo orkufrekt og þá minni ég á það ekki nema 2-3 mánuði síðan að Interpol kom bara hér upp á Ísland og fletti ofan af stórkostlegu peningaþvætti sem bara vistaði gagnaver á Íslandi. Ég meina, ef við erum að nota orkuna eins og svona bara eftir eðlum leiðum að þarna sé ekki bara einhverjir glæpahringir að vista sitt, þá það annað mál. En þá vantar eftirlitið. Eina landið í heiminum sem með eftirlit eftir sína gagnaverum eru Kínverjar, sko. Það kannski meira svona í ritskoðunar en grínlaust þá getum við ekki sagt bara við erum að verða á eftir í þessu kapphlaupi pluss það eru gagnaverin ekki að veita nema þetta 2-5 störf að því alltaf við munum að tala störfin. Þetta eru erlend fyrirtæki, hvert fyrir ágóðin, þráðbeint úr landi. Hvað viljum við nota orkuna? Ég satt með forstjóra grænmetisræktanda ekkert fyrir svo ægilega löngu síðan og hann var lýsaði yfir að það var að hellast yfir sér raforkuverðshækkanir. Og ég sagði, hvað eru stærstu grænmetisræktendur, hvað þetta stór fyrirtæki? Að því að við erum nú að tala matvælaöryggið og viljum auka veg og vanda
grænmetisræktar og matvæla hér innanlands og þurfi ekki að flytja yfir hafið. Hann segir sko þetta eru svona stærstu fyrirtækin eru 50-60 manns og stærstu fyrirtæki taka alltaf 2 megavöttum. Hvernig getum við komist að þeirri niðurstöðu og það sé valid punktur að streyma móka orku 50-100 megavöttum inn í gagnaver sem að veita ekki fleiri störf með þetta, plús það að vita ekki eins og hvaða framleiðsla í þessi staðar. Það grundvallar atriðið og ég hef kallað eftir yfir Orkustofnun að þeir taki á því máli, vegna þess að þetta er algjört líkil atriði, menn verða að vita hvað þeir eru að tala. Og það skiptir náttúrulega mjög fyrirgefið, bara svona aðeins til að klára þetta, það náttúrulega er mjög umhverfisvænt ef við getum aukið framleiðslu hér innanlands, getum minnkað innflutning á grænmeti og allt það, þannig að sko í öllu tilliti er það jákvæmt fyrirgefið, Gjörsal. Nei, og bara skemmst er að rifja það upp þegar að hérna fyrir 1-2 árum að rafmyntagröftur var að nota meira raforku heldur en öll heimilin í landinu og þó nokkurn mun. Einmitt. Sko, ég ætla aðeins að snúa mér, við erum örugglega eftir að koma aftur að bara óröskuðum víðernum og öllu því og hvernig er verið að breyta kerfunum, minnka fyrirstöðu til þess að komast áfram í virkjanir. En þar sem þú ert þarna varaforseti ungra umhverfissinna, þá þín framtíð er aðeins önnur heldur en okkar Andrésar. Við erum konir aðeins lengra með okkar æviskeið. Það er fyrir. Er það viðkvæmt? En og ég finn það að ástæða til dæmis yngstu barnanna minna til umhverfismála, hún er önnur heldur en elstu barnanna minna. Þannig að þetta svona virðist nú líka eðlilega þyngra á ungu fólki. Hve miklar, ef einhverjar, áhyggjur hefur þú af loftslagsvandanum? Ég auðvitað hef miklar áhyggjur af honum, þess vegna er ég hér komin, en ég finn það líka á fólkinu í kringum af minni kynslóð að það er fólk hefur miklar áhyggjur af loftslagsvandanum. Þetta okkur mér var nú á sínum tíma kennt bara í grunnskóla, þetta var lykil atriði var að öllum krökkum er kennt mikilvægi hringrása og hafstrauma í Norður-Atlantshafi fyrir líf hér á Íslandi, að hér sé svo hlýtt fyrir okkar breytargörðu og bara að hér sé byggilegt. Já. Og nú stöndum við frammi fyrir því að við erum nú þegar að sjá mælanlega hægja á þessum hringrásum sem er til dæmis orsök þessa bláa pollsem sem við stundum hangið hérna yfir Íslandi og höfuðborgarsvæðinu. En að nú stefnir það að ef við erum heppin að þá gæti jafnvel kólnað hér meðan að eða stað hitastig meðan annar staðar hitnar, en ef við erum óheppnari þá getum við staðið fyrir því að þessi hafstraumar hægist svo mikið á þeim og jafnvel að þeir hrynji, að hér verði bara svo kalt að sé ill búsvælegt. Og þetta heldur hefur umhverfisráðherra talað hástöfum og erlendum ráðstefnum, en ekki jafn mikið farið fyrir því hérna heima. Það er áhugavert, mitt. Af því að ég hélt kannski að þetta myndi ná svolítið í gegn. Þetta yrði svona vekjaraklukka sem myndi hringja og myndi spýta í loftslags- og umhverfismálin hérna, þetta með Golfstrauminn sem þú ert að nefna. Mér minnir að rannsóknir sýni að það geti verið alltaf 20% líkur á í verri sviðsmyndum að hér verði Ísland óbyggilegt. Þær tölur hafa hækkað all á síðustu misserum. Já, er það? Já, einmitt. Og sko, þegar við veltum fyrir okkur raforku, virkjanaframkvæmdum og öllu því, þá skildi maður einmitt ætla að við værum að hugsa þetta allt í einhverju heildar loftslagssamhengi. Ekki satt? Akkurat. Og ég vil bara taka undir með Snorra varðandi þessi mál. En það er einn hangur á og hann er mjög stór. Og kannski lýsir að sér í því sem ég var að segja ykkur áðan að hvernig hefði tekist til hjá Norðmönnum í orkuskiptaverkefnunum. Að það er þetta með að
það sé hægt að virkja sig frá vandanum. Það bara allt gangandi. Og menn alltaf keyra hér á virkjanir, það eina svarið sem að ráðherrann hefur, það bara að keyra á fleiri virkjanir, aðskilja náttúruna einhvern veginn í þessari loftslagsumræðu, sem náttúrulega galið, af því að sami ráðherra á að vera standi því að innleiða hér vernd líffræðilegar fjölbreytni, og loftslagið mun ekki lifa af án náttúrunnar. Frekar en þannig að ég vil að við tölum loftslagið og náttúruna sem eitt heildrænt vistkerfi en ekki í sitt hvoru lagi. Akkurat. Og það alveg ótrúleg upplýsingaóreiða sem er rekinir á þingi og verið að nota gegn með þessi okkur að við sem ekki að marka í loftslagsmálunum að því við viljum ekki virkja. Ég vil auðvitað ekki segja þessu svo að þetta fólk þurfa að lesa þetta í gagn ég vil ekki vera að tala niður til þetta en þetta er afskaplega dapurlegt að fylgjast með þessari umræðu þegar mann ekki gerir sig grein fyrir því. Bara eitt lítið dæmi að ok, ef við ætlum að ráðast á til dæmis heiðalendur okkar með mökka vindorkuverum, hvað verið að gera þar í leiðinni? Það verið að leggja vegi yfir okkar síðustu ósnortnu heiðalönd og votlendi sem eru hlaðin líffræðilegri fjölbreytni og eru nú þegar að skila til loftslagsins. Og maður setja þetta bara ekki í þetta samhengi. Þetta bara að keyra áfram í staðan fyrir að við þurfum að, ef við einhvern tímann haft ástæðu til þess að staldra við og horfa í kringum okkur, þá er það núna. Já. Og vanda okkur næstu skref. Já. En það bara engin vilji til þess. Það bara sett bláköld grjóthörð orkustefna í gang. Já. Og hún á svo bara bjarga restinni. Náttúruvernd bara ekki hún er bara ekki nefnd á Alþingi. Nei. Og þetta með líffræðilega fjölbreytni sem við erum búin að gera samkomulag alþjóðlegt. Já. Nei. Jú, þetta er sett inn svona sem einhver svona inn í áætlanir og eitthvað, við ætlum að gera þetta. Já. En ég ætla ekki að taka það á ráðherra, hann segist ætla að ráðast að því að endurheimta votlendi. Það er eina aðgerð sem ég hef heyrt hann tala að viti, en hvað sem honum verður svo úr, veit ég ekki. En þetta orkurant eilífa og það sem er verið að búa til, fyrst og síðast ganga erinda orkugeirans. Það fer ekkert á milli mála. Ráðherrann gerir það. Ráðherra sem stígur í pontu núna fyrir nokkrum dögum á Alþingi og segist hafa setið í vinnustofum með orkugeiranum til þess að móta þær breytingar sem að núna liggja fyrir 12 lagabálkum inn á þingi, þar sem er verið að rýra stytta ferla og þá nota menn orðið eins og einföldu ferla og það er ekkert skýrt nánar. Það er flýtið meðferð, það er aukið skilvirkni. Í grunninn þýðir þetta bara það að það er verið að róðdraga þarna lög sem að tók þing okkar og þjóð marga áratugi að koma á til þess meðal annars að búa til einhverja sátt og umgjörð utan þessar hluti. Þú verður að tala um rammaáætlun. Ég er að tala um ramma, ég er að tala um bara til eins og umhverfisréttin sem er til, árósarsamningin sem okkur ber að virða og rammaáætlun er hluti af þessari umræðu. Já. En núna hefur hann tekið gengið náttúrulega mikið lengra hann er farin að beita svona einræðis tilburðum með því að taka nefnt dæmi 5 virkjanakostir lágu til grundvallar til umsagnar. Og það átti annarkvort bara þeir voru teknir út til þess að taka bara afdráttarlausa afstöðu gagnvart þeim, þeir voru teknir út og þá átti að leggja mat á það annarkvort færiðu bara í vernd eða í nýtingu. 4 af þessum virkjanakostum fengu þeir í nýtingu. Það var 1 eftir sem var settur í vernd. Og hvað gerir ráðherra þegar kemur að þessum eina verndarkosti sem að skoraði langhæst af öllum í vernd? Hann fær menningarmálaráðherra til þess að ganga erinda sinna því hann er vanhæfur, til þess að taka þennan eina kost úr vernd sem að var inni. 1 af 5.
Hvaða virkjunarkostur var það? Þetta Hamarsvirkjun fyrir austan. Af hverju var hann vanhæfur? Hann hefði nú verið best ef hann hefði skýrt það út sjálfur en þetta var ótrúlega að þetta skildi ekki hafa ratað í fjölmiðla en það er bara lýst yfir að Logi Einarsson hafi verið settur í þetta embætti til þess að taka þessa ákvörðun. Það var ekki skýrt nánar. Þetta var svona eins og að umhverfisráðherra hefði bara farið í frí. En þegar að allt kemur til alls, þá var þetta út af vanhæfi hans. Hvers konar vanhæfi? Vanhæfið er fólkið í því. Það er skýrt ágætlega í kom fram meðal annars í Austurfrétt sem fjallað málefni Hamarsvirkjunar 20. ágúst. Þá kemur það fram að ráðherra hefur þurft að stíga til hliðar vegna vanhæfis út af tilteknu fyrirtæki sem var meðal þessara 5 virkjanakosta. Og hvernig tengist það fyrirtækinu, ráðherrann? Já, augljóslega það mikið að hann hefur lagt mat á það sjálfur og hann hafi verið vanhæfur. Er þetta eitthvað fjölskyldubönd eða? Já. Hvernig fjölskyldubönd? Það kemur ekki fram í greininni en að því er best ég sjálfur persónulega hef séð það tengsl hans við fyrirtæki Reykjavík Geometall sem er með Bolölduvirkjun og það er einmitt í þessu ljósi hann lýsir sig vanhæfan í þessu máli eða gerir það reyndar ekki nema að þessi togað út úr ráðuneytinu og sama tíma stígur sami ráðherra upp í pontu Alþingi og leggur til lagabreytingar, stórkostlega lagabreytingar sem á að greiða sérstaklega götu jarðvarmavirkjana. Ég ætla ekki að fara að leggja neitt of mikið út frá þessu en ég myndi segja að einhvern tímann hefði þetta þótt fréttefni en það virðist ekki vera mikill vilji hjá minnst ekki ríkisfjölmiðlum okkar að leita eftir svona svörum við svona stóru spurningum. Eru þessi tengslu fyrirtæki í gegnum eiginkonu ráðherra? Já, að því best verður séð, þá er það þannig. Og ég held að hver sem geti bara að googla það. En þessi tengdafæðir hans og ég segi það bara tengdafæðir hans sem þarna ræður ríkjum involveraður í þetta fyrirtæki það mikið að sem gæti haft hagsmuna gæta. Já, augljóslega, ég menna þú færið ekki menningarmálaráðherra til að taka svona stórar ákvarðanir nema því að þú ert rækilega vanhæfur. Það bara segir sína sögu. Það hefði verið mjög heiðalegt bara og opið því að menn ráðherrar hafa nú legið töluvert undir ámæli á undanförnum árum og verið gerið vanhæfur út af hinu og þessu og það er ekkert verið skafið af því svona almennt í fjölmiðlum en þetta hefur ekki vakið það athygli sem hverju sem að sætir og fréttamenn verða bara að spyrja sig þeirrar gagnrýnu spurningar. Ég mun bara strax í kvöld senda fyrirspurnir vegna þessa máls. Já. En takk fyrir það. Ert þú sammála því sem að maður heyrir svolítið að ráðherrann okkar, Jóhann Páll, hann sé svona meiri orkumálaráðherra heldur en umhverfis- og loftslagsráðherra því að hann er með alla 3 hattana, sami maðurinn. Já, og deila má geti þess. Það má allavega lesa það í svona þær helstu og háværustu aðgerðir sem hann og ráðuneyti hans hefur ráðist í svona á síðasta árinu. Hann hefur nú vissulega haft mörg fögur fyrirheitin líka. Hefur farið nú ekki jafn hátt mörg en hefur farið með þau eins og á umhverfisþingi og öðrum svona öðrum vettvöngum. Og ef að vilja vernda frekar virkjanakosti sem eru ekki nýttir og endurheimt votlendis, bætt orkunýtni og ýmislegt annað. Og ef að hann raunverulega ræðst í þessar aðgerðir þá safnar hann alveg mörg stig með því líka, sko. En svona það
hans framganga hinga til Ég held að Stefán Jón Hafstein hafi bent á það að á haustfundi Landsvirkjunar hafi þeim tekist að komast í gegnum alla dagskrána án þess að nefna orðið umhverfismál eða loftslagsmál og samt voru þarna ansi margir sem að töluðu út allt. Já, þetta bara línan, ég menna farið á fund hjá Samorku, samtökum iðnaðarins eða samtökum atvinnulífsins, þú bara... Hvað finnst ykkur það? Ættu ekki öll að vera þarna, Jú, ég vil bara segja, gagnvart því sem Snorri segir þessi meintu góðu verk og áheit sem að ráðherrann hefur lagt fram að friðlýsa þessi verkefni sem að hafa verið flokkuð í vernd. Þú varst að tala um það? Já. Þá er það auðvitað bara alveg súrrealískt að sko, það er þannig að sé verkefni flokkaði vernd, þá er bara lögum samkvæmt sko, það eiga þau faktískt að fara í vernd og friðlýsingu. Ok, það verður ekki búið að því, það er mjög gagnrýnivert og það er rétt hjá þeim. En þú svarar því ekki með því að taka þá 3 stór verkefni úr vernd og setja í bið. Það getur ekki verið svar. Nei. Og það er það sem við erum að deila á sko, og þannig að ég meina að það er þegar búið að setja þessi verkefni sem að tala um að friðlýsa í vernd, það var ekki hann sem gerði það. Nei. Og þeir sem að skildu rammaáætlunina fyrst eða túlkuðu hana þannig en að það sem einu sinni væri komið í vernd það skildi vera komið í vernd þar fyrir fullt og allt. En svo hafa tímar breyst og mennum fannar umgangst þetta bara eins og einhvern namnpoka. En 2 af þessum bara sem dæmi. Hversu langt er gengið í að taka úr vernd? 2 af þessum kostum, Kjalalda og Héraðsvötn. Síðasta ríkisstjórn tók hann úr vernd, sett hann í bið, af því að við vorum með einhverja stórkostleira sem að það ekki verið unnið af umhverfisrannsóknum að heilindum. Hvað var þá gert? Hún fór aðra umferð í gegnum rammaáætlun til þess að þá að fara í þessa þætti sem voru gerðir athugasemdir við og ekki nóg með það. Heldur var fengið yfirmat frá erlendum hlutlausum aðila Kjalöldu og Héraðsvötn og hann fann nákvæmlega ekkert að vinnubrögðum rammaáætlunar og sérfræðinga sem er mikið verið að hjóla í. Þannig að eftir stendur enga síður að þrátt fyrir sko óumdeilda niðurstöð sérfræðinga og vísindamanna þá er þetta gert. Það voru tekin úr verndinni og sett í bið. Þetta er auðvitað með miklu málíkindu vegna þess að sko hinga til hafa menn vilja styðjast og ég hef alltaf haldið líka að það væri svona heillavænlegust leið líka fyrir náttúruverndina að maður myndi bara styðjast við rannsóknir og vísindi. Það væri svona þessi samnefnari sem að gæti verið falin til sátta. Þar liggur þekkingin og ákveður eigum við öðru að byggja. En þarna tekur Alþingi bara ákvörðun þvert á og ég held að hafi ekki verið hægt að stinga hnífnum dýpra heldur en einmitt þetta. Og í kjölfari hljótum við að spyrja okkur að því er þessi rammaáætlun er hún komin til að vera eða hvað vilja menn með þetta tæki fyrir utan gleymi ég að nefna sko það er ekki bara það að hann hafi gert þetta heldur tekur hann aðra ákvörðun sem er algjörlega fáherð og skilur augljóslega engin að taka úr bið og setja í nýtingu einhliða verkefni sem að kom með þess að mjög illa út í umhverfismati sem er vindorkuverkefni upp á Garpdalsheiði ofan í verndarsvæði Havarnarins sem var ekki búið að ljúka rannsóknum á. Það nærilega bara einhvern tali þessar ákvarðanir sem eru teknar og þetta skulle vera umhverfisráðherrann og af því tilefni fékk ég mjög góða spurningu og við sem er sátum fyrir umhverfis- og samgöngunefnd í síðustu viku niður á þingi hvort á okkur þætti það hafi verið góð ákvörðun að setja þetta saman í ráðuneyti, umhverfis og orkumálin og loftslagsmálin sem ráðherra hefur haldið mjög á lofti að væri alveg ægilega
gott mál. Ég veist ekki með það þægilegt fyrir hann að hafa þetta bara alltaf sömu skúfu. Nema hvað, ég svaraði því til. Gerið ykkur grein fyrir því að það þótti ástæða 1991 að stofna sjálfstætt umhverfisráðuneyti. 1991. Áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum hafa það bil 100-faldast frá þeim tíma. Hver ætlar að samfæra mig það að það sé ekki þörf fyrir sjálfstætt umhverfisráðuneyti undir þessu kringumstæðum? Þegar við erum að eiga við langstæðustu áskoranir samtímans. Þetta glíma við peninga. Það eru Alltaf. peningar sem keyra áfram Við sjáum það alls. hjólinn og en sko ég myndist aðeins á það allavega fyrir þáttinn ef ég glemdi því í inngangnum að COP sko það eiginlega maður undrar svolítið andvaraleysi hér gagnvart ýmsum umdeildum ráðagerðum. Manni finnst ekki mjög mikið háað út í samfélaginu þótt að sé svona bakslög hér og þar og maður sá það þarna á þessari ráðstefnu líka að það er pínlítið eins og hluti heimsins hafi bara stigið til hliðar í því að berjast fyrir ábyrgri framtíð. Það er svolítið mín upplifun á COP. Hvernig er fyrir þig að upplifa niðurstöðu leysið þetta með jarðefnaeldsneytið og það allt saman? Já, ég upplifi COP er náttúrulega loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna. Ég upplifi, já, vissulega þetta ákveðna ráðaleysi en að þarna voru mjög harðar deilur milli mótmælanda sem fjölmenntu á ráðstefnuna í liði með einhverjum hluta af aðildarríkja sem sóttu ráðstefnuna og Ísland vildi skipa sér inn í þann flokk sem að vildu mun metnaðarfyllir áætlanir og sérstaklega áætlanir útfösun jarðefnaeldsneytis sem er bráðnauðsynleg aðgerð sem að er löngu tímabær gegn þeim sem að þykjast hafa of mikilla hagsmuna að gæta af því að halda áfram að framleiða og brenna jarðefnaeldsneyti og niðurstaðan er sú að er mjög útvatnaður samningur og samþykkt sem kemur út úr þessari ráðstefnu og sem er frekar erfitt að sjá að muni ná mjög miklum árangri en samt þarna er samt alveg nokkuð til þess að vera jákvæður yfir. Þarna eru mörg lönd sem hafa miklu meiri vilja og metnað til raunverulegra aðgerða heldur en kannski virðist vera þegar þú ert með vettvang sem þennan sem þú þarft í rauninni sem allir þurfa að vera sammála. Hvaða lönd standa sig best? Hvaða lönd standa sig best? Og hvernig er Ísland í samanburði svona við veröldina? Ísland stendur sig eins og menn halda oft hávært vel þegar kemur að jarðefnaeldsneyti sérstaklega þegar við breiðum okkur alltaf svo mikið á jarðvarma og vatnsafl en á heildina hvað var að losun gróðurhúsalofttegunda stöndum við okkur alls ekki vel. Mesta losun á haus með aðtölur? Samfélagslosun, já. Mjög mikil losun vegna neyslu, mjög mikil vegna landnotkunar. Við segjumst vera rosa góð en við erum langt yfir meðaltali ESB, við erum losun 2,7 sinnum meiri á haus heldur en Svíþjóð til dæmis. Hverjir standa sig best? Menn standa sig misvel á misjöfnum sviðum. Ég veit ekki hvort ég ætli að... Já, það er svona kannski eitt landar með þetta í lagi og annan með hitt og svo framvegis. Ýmsum stöðum í Evrópu er menn með góð markmiður, ýmsar mikið af góðum lögjum, Holland, Frakkland, Danmörk að vissu leyti. Noregur er vissulega góður í græn orku ef ekki í mörgu öðru
Ég held mögulega, ég veit ekki hvað það megi segja, en mögulega landið sem með mest sannfærandi langtíma áætlun í loftslagsmálum Kína. Jú, þú ert ekki fyrstu til þess að segja það í minni. En þeir eru með áætlun net zero 2060, held ég örugglega. Kolum hlutast eitthvað fyrir þann tíma. Og eru ekki eina landið en klárlega eina stóra iðnríkið sem að vinnur mjög sannfærandi, mjög markvisst af því. Ætli þeir sjáu sér Andrés er ekki sannfærður, en það alltaf leið. Ætli þeir sjáu sér að einhverju leyti veraldlegan hag í þessu, eða ætli þeir séu bara að hugsa umhverfis og loftslagsmálin? Það eru veraldlegur hagur í umhverfis og loftslagsmálum að þú hafir að landið þitt fari ekki á koll á næstu 50 árum. Þetta var alveg fáránlega heimskuleg spurning, en þið kannski skiljið hvað ég er að fara. Ég skil hvað þú ert að menna. Og hluthafi sinni þá líka að fólk á svæðum eins og stóru hlut Kína og austur Suðaustur-Asíu eru bara löngu farin að finna á eigin skinni áhrif loftslagsbreytinga. Já, akkurat. Og hafa bara djúpar áhyggjur af því sem að koma skal. Já. Þetta allt rétt fyrir hjá Snorra, sko. Kína hefur hlutfallslega, sko, með íbúafjölda verið að standa sig, sko, framúrskarandi og eru komnir fram úr líka í tæknilausnum og annað, langt fram úr Evrópu og líka Bandaríkjunum og mörgum sviðum. Þannig að en þeir búa náttúrulega við þennan gríðarlega mannfjölda og það tekur tíman að ná þessari afleiðingum að innbyltingu þeirra niður. En ég má til með að bæta við, sko, hvernig stöndum við okkur í loftslagsmálunum og sko, það eru auðvitað þannig, en ef við tölum út frá orkunni, þá erum við með, sko, nánast 99% endurnýjanlegri orku. Skulum átta okkur á því. Niður í Evrópu er staðan náttúrulega gríðarlega misjöfn bara eftir löndum, en þar er sumstaðar staðan, hún er frá svona 20-30% aðeins af endurnýjanlegri orku. Það að núna liggi fyrir á þingi að ráðherra vilji fara niður á sama level og þjóðir sem eru með eiga eftir að vinna sig algjörlega upp vegna orkuskorts sem hægt er að tala til þess að ná nægilega endurnýjanlegri orku er algjörlega fáheyrt og það hefur með það að gera að nú vill hann innleiða Evrópulöggjöf sem að snýra því að þeir hafa þurft að laga sig að þessu stytta ferla og annað hjá þjóðum sem að sannarlega hafa liðið skort en það er engin þjóð í heiminu sem býr jafn vel ef við erum að nota þetta orðtak endurnýjanlega orku eins og Ísland og hér hérna láta menn eins og við sem að blóðra en á orkuskorti. Akkurat. Það sem ég átti við áðan þegar ég formaði kolviklaust spurningum kynverjana, það var sko peningalega til skamms tíma því vegna þess að það er svo mikil skammsýni hvort sko þeir sæju sér ekki því peningalega bara í samtímanu til skammstíma að breyta hlutunum. Þessi skammsýni sem að ríður núna yfir okkur öll, hún er sko, þetta eru mikil vonbrigði. Við upplifðum Gretu Thunberg og hérna mikla vakningu í heiminum rétt fyrir COVID og við héldum við værum öll að fara að hérna tala einni röddu. Við ætluðum að hérna nálgast heiminn upp og nýtt. Það er eiginlega bara allt farið, segi ég. Hérna núna allt horfið sem lögð var áhersla á rétt fyrir COVID og núna bara eins og í morgun þá var ég að lesa það að það væri mjög mikil tregða hjá til dæmis stjórnvöldum í Þýskalandi gildistöku bensín og á banni framleiðslu bensín og dísilbíla og átt að taka gildi 2035. Það er eiginlega alveg saman hvar borðið niður. Það sem við ætluðum að gera, við erum að fresta því og við erum kannski hætt við að gera það. Og það er í því ljósi sem að líkir þessu við sko Róm sem brennur og hérna peningaöflin spila á strengi hljóðfæri á meðan og gagnrýnin umræða þessi mál hún er bara hérlendis alveg sára lítil og þið til dæmis ungt fólk maður sér bara, þið fáið ekkert mjög mörg tækifæri til þess að lýsa ykkar málstað, er það ekki rétt hjá mér? Nei, við fáum ekki mjög mörg tækifæri til þess, það eru fáir fjölmiðlar sem hafa mikinn áhuga til þess að fá okkur til þess að
lýsa okkar áhyggjum eða málstað. Hvað heldur að skýri það? Þess að David, erum við sko stingum við höfðun í sandinn, þetta afneitun eða hvað þetta? Mér var nú sagt af dagskrárgerðarkonu og ónefndum fjölmiðli, þetta var nú bara að fjölmiðlar flyttu fréttir af því sem fólk langaði að heyra og fólk langaði ekki að heyra þetta. Já, það er ekki nú glæpsamlega ástæða hjá þessari fjölmiðlar. Ég ætla ekki að mótmæla því, en það er eitthvað sem við sjáum svona heildstætt í samfélaginu, þó ég held sé nú reyndar alveg smá viðsnúningur á því sko. En við sjáum það 2019 að þá er gerð viðhorfskönnun og þá er loftslagsmál talið næst mikilvægasta málefnið ef koma skildi til alþingiskosninga. Þenn tíma held ég eftir heilbrigðismálum. En svo núna undir lok síðasta árs þegar raunverulega var kosið til alþingis að þá voru loftslagsmálin rétt komið inn á topp 10 lista yfir mikilvægustu, að fólki þótti mikilvægustu málefnin. Að þetta er bara ekki eitthvað sem eða hefur verið fólki mjög ofarlega í huga sem er mjög miður. Já, það er mjög gott að bendur á þetta vegna þess að sumir segja að við höfum horfið inn í þessa tíma með nýju ríkisstjórninni en þetta var náttúrulega byrjað að gerast áður samanber þetta, þau falla þarna sem kosningamál úr öðru sæti niður í rétt skriðin á topp 10 eins og þú nefnir og þá spyr maður sig sko af hverju er það vegna þess að eins og stundum heyrist í opinberri orðræðu að við höfum áhyggjur af Putin og Trump og einhverjum hermálum og því öllu eða hvað? Ja, þetta er náttúrulega alveg sko birtingarmynd af því sko þegar fjölmiðlar svara þessu til eins og hann Snorri segir þá geta þeir nú ekki látið okkar stærstu fjölmiðlar eins og þeir hafi ekki dagskrárvald það hvað er til umræðu hverju sinni. Nei. Það eru þeir sem flytja fréttirnar. Það eru þeir sem móta meðal annars skoðanir fólks þarna úti. Og það er ekkert við aðra en þá að sakast það að hafi ekki sett málin á dagskrá fyrir síðustu þingkosningar. Það var bara eitthvað þannig syndrom í loftinu. Jú, það var fréttir af öðru en ég meina það var líka COVID á sínu tíma og maður gæti dreigja alla athyglina því en það að láta þessi stríð einhvern veginn teima sig út í sem enginn vill svo bera ábyrgð á og talandi loftslagsmálin þá hef ég verið persónulega mjög hugsi yfir því hvernig það var reyndar núna tekið veit ég að voru töluverð átök það fyrst skipti sem er almennilega rætt afleiðingar af stríðum á loftslagið og ég sá svona tölulega statistik sko sem er alveg brjálæðisleg sko losun frá bara Gaza vegna þess að það búið að leggja allt þær í rúst líka frá ég held að bara í Úkraínu ég man ekki hvort var en eins bara stríð í 60 daga hafði jafn mikil áhrif eins og losun frá 175 löndum bara á einu bretti, bara svona sem statistik og það vil enginn bera ábyrgð á þessu og COP hefur því miður þróast þannig að þeir sem bera mestu ábyrgðina á mestu menguninni til láta ekki sjá síðan en það voru ég las það að það voru 2400 einstaklingar, talsmenn í jarðefnaeldsneytis til þess að reka áráðu sinn inn á þessari sumar ástefnu. Það er líklega fleiri heldur en allir fulltrúar Norðurlandana. Miklu fleiri, já. Það er ekki algjört brjálæði. Og má til gaman sketa að vopn og hernaðargögn eru svo að segja það eina sem er undanskilið Parísarsáttmálanum. En framleiðsla á vopnabúnaði ber ábyrgð rétt tæplega held í 10% af kolefnislosun á heimsvísu og þar undir er ekki beiting þessara vopna heldur. Það er ansi margt sem snýr á haus. Við þurfum að halda áfram að ræða umhverfismálin, loftslagsmálin, virkjanamálin, orkumálin og náttúruverndarmálin.
Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, við komumst ekki lengra þennan daginn en hún ætlar að koma til mín held ég í næstu viku, hún formaður landverndar, Þorgerður, hún satt COP-ráðstefnuna, sást þú hana kannski líka? Nei. Lára sem forseti umhverfissinna satt COP. Já, og kannski fáum við það báðar og við þurfum að halda þessari umræðu áfram. Það er ekki í lagi að fjölmiðlar íti veigamestu málum samtímans út á dagskrárborðinu með liti til þess að þau sé ekki nógu skemmtileg. Fjölmiðlum ber að virða almannahagsmuni, þá sem að varða almenning mest. Og það eru fá mál sem skipta meira máli heldur en þetta. Þannig að við höldum áfram. Ég vil fá koma einu að bara varðandi núverandi ríkisstjórn og háttalega hennar gagnvart náttúruverndinni og ráðherra. Mér hefði þótt það viðeigandi að náttúruverndinni yrði boðið á vinnustofu eins og orkugeiranum til þess að móta stefnu. Einmitt. Til að jafnræða sig gætt. Já. Ég meina, þetta er bara aðra hliðina og því miður á hann langt í land með að fá traust hjá náttúruverndinni. Já, ég sendi hann tölvupóst í kvöld og skora hann að koma hérna og svara hérna fyrir mál. Þú myndi vilja mæta hann líka, er það ekki bara? Heldur betur. Saman hættir? Heldur betur. Það getur verið gott sjónvarp. Já. Eru kæra þakkir, Andrés og Snorri fyrir komuna og við höldum áfram eftir andartak með nýtt efni, ekki frá langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.